Jæja. Hann dálítið síðan við tókum upp, síðast. Já, það sko heldur betur komin tími til. Sko það nú eiginlega bara þannig að maður nú bara eiginlega ekki búin að vera heima í bara 2 mánuði eða eitthvað sko. Það bara búið að vera stanslaust þvælingur á manni og ég veit ekki hvað og hvað sko. Já, sama hér. Ég var nú alveg að heiman í 5 vikur. Var þarna suður frá að brassa í Oslo og í Guðbrandsdalnum. Já. Hvernig svona, þegar maður svona herþjálfunar búðum, fær maður eitthvað frið til að stoppa og lesa og fræða sig öll andans mál, eða maður ekki bara að vinna allan daginn? Jú, við vorum eiginlega að vinna bara allan daginn. Ég vaknaði alltaf klukkan 6 og síðan var morgunmatur 6:45 til korter yfir 7 og svo byrjaði dagurinn þá 7:30 og svo vorum við að til 8 til 10 á kvöldin og þegar maður var búinn kannski 8-leytið eða 10-leytið þá þurfti maður alltaf bara undirbúa næsta dag. Þú þurfti að pakka kannski og gera tilbúinn búnaðinn og athuga væri með allt og svona. Og við alltaf vorum að þessu í 3 vikur og það var ekkert frí helgar eða neitt slíkt og eins alltaf á hverjum einasta degi. Já. Þannig að það auðvitað var mikill pakki. Þannig að það var svo lítill tími til þess að lesa en ég náði að lesa ekki eitthvað smottir. Ég les alltaf áður en ég fer að sofa á kvöldin þannig að þó að sé ekki nú korter 20 mínútur þá næma eitthvað smá. Já. En þetta var áhugaverð lífsreynsla þannig að ég kem tilbaka til Settimún sem herrmaður sem ég að grínast með. Ég hef búið með þessa grunnherrþjálfun. Já, það bara segjum bara til að mikið með það. Jú, takk. Já, við vorum nú hér hvað var nú sem við vorum að tala hérna síðast? Það var þáttur númer 47 held ég. Já, það voru Austur-Rómverjarnir, já. Já, og svona strategía og svona. Já, það var strategía Austur-Rómverja, strategíkon. Já, það var rétt. Herrkenska, kannski verið. Við erum alltaf að tala um það, að vera duglegir að vera ekki að sletta. Já, það þarf að passa upp á það sérstaklega hérna. En já, og það var þátt nummer 47, þetta er þátt nummer 48 og við ætlum svona, já við erum aðeins búin að vera að ræða svolítið svona það sem er á döfinni hérna í hlaðvarpinu Sögu skoðun og það er alveg óhætt að segja það að við erum búin að svona skipuleggja svolítið svona smá svona prógram. Jú. Og núna ætlum við aðeins að tala málefni sem hefur nú heldur betur verið á milli tannana á mönnum en það eru frændur okkar Rússar. Jú. Sem að hafa nú heldur betur vandamálin í Kænugarði. Sem hafa nú heldur betur verið í umræðinu núna og við ætlum að tala svona rússneska keisaradæmið og svona upphaf Rússlands og svona hvernig Rússland var til og hvaðan þetta er að koma þessi hugmyndum að Rússland sé eitthvað svona rosaland sem að geti bara valtað yfir allt og alla. Já. Ef þannig má orðið komast. Já, því það er bara við höfum alltaf gert grínaði áður og þú sért ekki þjóða meðal þjóðanum og sért með eitthvað svona stór hugmynd fyrir fram að nafnið þitt. Stór Gríkland, stór Rússland, stór Þýskaland, hvað það er. Já. Og fyrir náttúrulega smá þjóðir eins og kannski Ísland og Noreg og marga þjóðir í vestrinu í dag þá er það samt orðið svona framandi í dag. Já. En þú náttúrulega ert með langa sögu í Rússlandi þar sem að ég haldi á lofti að Rússland sé sérstök þjóð með sérstök örlög og verkefni í heiminum. Að rússneska þjóðin sé einstök að ákveðnu leyti og að því fylgi þá ákveðnir hlutir og að maður þurfi þá að standa í ákveðnu valdabröldi til þess að reyna að berjast fyrir þeim sérstöku örlögum. Einmitt. Og þetta er náttúrulega voðalega framandi fyrir okkur. Íslendingar ekkert uppteknir að Ísland eigi sér einhvern ákveðin sérstök örlög, það sé eitthvað svona destiny að Ísland eigi að vera eitthvað stórveldi og spila eitthvað sérstakt hlutverk í mannkynssögunni.
á meðan að í Rússlandi í dag þá eimir ennþá mikið af þessari hugmynd. Já. Og það alveg hluti af því af hverju Rússar eru eru í þessu, hvað kalla það sjálfur? Þessu Special Apparatia eða eitthvað líka. Já, þessum séraðgerðum. Já, við kalla það séraðgerðir. Því þetta er ekki stríð eins og Putin leggur áherslu á. Já, einmitt. En þetta líka gott dæmi það hvernig þú þarft að hafa ákveðin skilning fyrir svona þessum löngu línum í sögunni til þess að átta þig betur á því af hverju til dæmis þá þetta stríð eins og í dag og af hverju það stríð milli Rússa og Úkraínumanna. Og síðan er það bara spurning hversu langt maður vill fara aftur, en maður getur farið mjög langt aftur og við ætlum í raun og veru að byrja fyrir svona, við ætlum að fara svona 500 ára aftur í tíman. Já, sko það hefur nú verið nefnt hérna, við nefndum, komum nú svona aðeins inn á það hérna daginn að Rússland náttúrulega á upphaf sitt í þessu kænugarsríki eða Rússaríki sem var stofnað af víkingum eða svona, það náttúrulega einhverju leyti deilt það þó það sé nú svona aðalega kannski rússneski sakfræðingar sem ekki alveg að kaupa, af því það hefur verið debatt í rússneskri sakfræði lengi, sko, ekki bara eitthvað í dag eða á tímum Sovétríkjanna eða eitthvað, sko, heldur alveg síðan aftur á 19. öld sem að hefur verið ákveðna svona hreyfingar innan svona rússneskra svona meðal menningar elítu og fræðimanna, það sem að menn eru svolítið svona, það er svona þessi norður sinnar og síðan þessi slafa sinnar eða svona norrænu sinnar og slafa sinnar, hvort upprunin sé frá víkingum eða hvort hann sé frá slöfum, og það verist náttúrulega þetta eins og með allt eins og baráttan söguna, náttúrulega baráttan pólitík og baráttan eign á einhverjum sviðum samfélagsins og það skiptir máli í kannski einhverjum kreðsum hvort að þú sért þá, og það kannski tengist, kannski eitthvað svona xenofóbía eða útlendingaótti eða stolt Rússa að vilja ekki vera undan öðrum komin, en svo eru aðrir sem að sko líta á það sem einmitt rosalega fínt að þetta séu víkingar sem að stofnuðu þetta upphaflega gamla ríki. Já, og þarna náttúrulega spilast inn í þetta þjóðareinkenni, bygging þjóðar, þú sér svipuð fyrirbrigði til dæmis náttúrulega bara í sögu Skandinavíu, eins og deilur Dana og Svía sem menn voru á fullu að ná í handrit þá til þess einmitt að sýna fram á þá sér einkenni þjóðarinnar og að þeir hefðu líka sinn þá gamla menningararfu sem var alveg jafn mikilvægur til dæmis menningararfur Grikkja og Ítala. Einmitt. Og þá náttúrulega eins og nefndir fléttast þetta líka inn í byggingu þá ríkis í Rússlandi, það sem varst náttúrulega með allavegana mismunandi þjóðir, og svo voru menn náttúrulega að reyna að þjappa þeim saman og byggja og styðja þá ákveði ríki. Og síðan bara svo mismunandi hvernig menn líta á þetta, sumum finnst ég það jákvætt að einhver norræn víkinga elíta hafi verið þeir sem þá lögðu grunninn að ríkinu ásamt á þetta, það voru fullt á slöfum náttúrulega líka, og meðan sumum finnst það þá niðrandi að líta að Rússarnir hafi verið mögulega kúaðir þá eða eitthvað slíkt. En þetta allavega mjög löng saga í rússneskri sakfræði. Já, ennþá að tala í dag, en samt fornleifa fundir og svona fræðin í dag sýna nú á mjög skýran hátt að þarna var mikið af norrænum mönnum og það voru norrænir menn þetta sem ákveðin elíta sem síðan fléttaðist náttúrulega þetta mjög þétt saman við slafa og annað fólk sem bjóð þarna, eins og hefur alltaf verið. Fólk blandast og verður fyrir áhrifum. Algjörlega. En við ætlum að fókusera svolítið á þessi, svona við ætlum ekki að fókusera á þetta í dag, við ætlum að tala um hérna Moskvuríkið og hvernig svona þetta nútíma land sem við köllum Rússland, hvernig það verður til. Þetta verður það til upp úr þessu, en það eru fyrsta dæmi sem að verða til á miðöldum, svona upp úr 1300 eitthvað svoleiðis. Já, og það var mikið skotið inn að náttúrulega þetta þá kænugarðsríki sem við varum að tala um, að það var sigrað og þurrkað út af Mongólum á 13. öld. Þannig að eftir að þá kænugarður fjall
eða sigraður eða hvað orð maður vill nota, maður kannski passa sig að vera ekki of Evrópumiðlægur, það getur maður að segja. Já. Evrómiðlægur, já, það flott. Evrómiðlægur. Lastu þetta ekki? Nei, ég mér bara alltaf þetta í huga að reyna að þýða þetta hugtak, ég veit ekki hvort það sé þýðingu. Það almennilegt. Já, en allavega, þannig að upp úr því náttúrulega stýrðum Mongólar þarna og arftakar þeirra í langan tíma og þá náttúrulega upp úr því urðu til öll þessi sko hertogadæmi eða prinsríki eða hvað maður vill kalla því. Ég held að ég vil kalla það furstadæmi bara á íslensku. Já, eða furstadæmi. Já, notum það orð. Það stór fursti svona, og já, og þannig að þessi furstar voru þá háðir törturunum eða afkomendur Mongóla og borguðu greitið skatt, þurfti að fylgja þeim í hernaði og slíkt og síðan náttúrulega voru þeir að berjast inn á milli þannig að Rússland var náttúrulega ekki til á þessum tíma sem annað en þá hinn ýmsu þá furstadæmi og það síðan þá upp úr þessari valdabaráttu á milli furstadæmina og við tartarana að þá hertogadæmið í Moskvu, að stór hertogadæmi Moskva verður ofan á. Já, það sérst á kjarnin sem verður Rússland. Hét það ekki fyrst, hefur ekki gengið undir nokkurum nöfnum eins og það var Vladimir og eitthvað svoleiðis líka, en Moskva kemur ekki fram alveg strax sem nafn eða nokkuð. Nei, það alveg rétt, því Moskva held ég kemur fyrst fram í heimildum, það ekki bara það 1400 eitthvað, það ekki 1300 eitthvað. Já. Ég man það nú ekki alveg. Því Moskva til dæmis var ekkert til dæmis þegar Kænugarður var upp á sitt besta og þetta Rússríki og það er alltaf áhugavert á einmitt að Moskva var svona þessi stærsta borg þarna því hennar saga tiltölulega ung. En sumir benda þá á að það sé einmitt hluti af því af hverju Moskva ók svona var einmitt staðsetningin. Hún var nógu langt frá til dæmis törturunum þá í Úkraínu og suðurhluta Rússlands. Varinn til dæmis af miklu skólendi og svona en var samt nógu nálægt líka til þess að hafa áhrif og skipta máli. Þannig að það var svolítið svona góð staðsetning miðað við þá þessa aðstæður eins og þær voru með ýmis furstadæmi og tartarana sem voru stöðugt að ráðast á Rússland og það líka mikilvægt að nefna í rússneskri söguskoðun en náttúrulega þetta mikið niðurlægingatímabil að vera undir törturunum. Einmitt. Og það líka ákveðin svona uppruna mýta eða svona uppruna saga í því þetta þú veist að rífa sig undan erlendu valdi og þú veist brjótast fram til sjálfstæðis í rauninni eða þannig sko. Já. Og svo náttúrulega þetta kemur inn í þessi hrikalega ímynd sem við höfum af Mongólum sem þetta hræðilega gríðarlega ofbeldi og harðstjórn sko, sem er svona í þessu sögulega minni Mongólana sko. Já, algjörlega. En hvernig var þetta svo þessi lönd voru svona þeim var ekki beint stjórnað af þeim heldur voru þetta skattlönd eða þannig voru að borga þeim voru ekki að borga þeim pening og svoleiðis. Já, það var fyrst og fremst þannig þau þurftu alltaf að greiða þeim skatt þau þurftu að einhverju leyti mögulega að fylgja þeim í hernað og slíkt en síðan var líka þannig að þessir hertogar allir samar eða furstar voru líka háðir því að tartararnir myndu samþykkja þá. Já. Þannig að þeir fengu löggildingu frá þeim. Já. Og síðan var alltaf eitt sem var svona fremstur meðal jafningja þá stór fursti til dæmis og þá var í svona leiðandi stöðu þá og hann þurfti alltaf að sækja þá löggildingu til tartarana þannig að það var mikið svona pólitíku í þetta og valdabrölt og spenn alltaf í kringum það og venjulega tókst stórfurstanum í Moskvu að fá þessa löggildingu en það gerðist alveg inn á milli líka að hann mista hann og það var það einhver annar fursti sem leiddi í eitthvað tíma. Já. Og þá þurftu menna náttúrulega að reyna að ná í þessa löggildi með allavegna valdabröldi. Það var persónuleg samskipti við hann sem var þá Khan í
og meðal tartarina það var verið að greiða mútur og það voru launráð og allavega svona valdabröld og alltaf líka heppni. Já. Við erum með alveg aðra borgir líka, við erum alltaf með Novgorod sem nú fræg borg í upphafið þessa alls, Smolensk, Peskov. En Novgorod, mástu hvað hún heitir á norrænu, er það Hólmgarður? Já, er það ekki? Ég held það, ég samt ekki alveg 100 af því en að það ekki til norræn nöfn á megnið af þessu. Jú, var þetta ekki til sem svona verslunar svona staðir við ána eða árnar sem að fara þarna niður sem að víkingarnir eða hinir norrænu menn eða hvað við að segja þessir rúsar Já hið róandi fólk eða fólki sem kemur róandi niður árnar voru náttúrulega á höttunum eftir gulli og gersemum í Austurvegi voru náttúrulega þetta mikið að leiðinni til Miklagarðs eða Konstantínópel og eða svona á þær slóðir og voru kannski ekkert mikið í því að stofna endilega ríki þannig séð heldur voru þetta meira svona verslunarleiðir og þannig að þetta voru kannski svona kannski svolítið til þessar borgir sem svona verslunarstaðir við annað sem menn gátu versla við innfætta og svo framvegis Jú, alveg rétt, ég var að googla þetta Novgorod er Hólmgarður. Já, einmitt. Og það er eins þegar þú nefna Peskov eða Skóf á ensku þetta er borg sem stofnuð 903 af Ígor af Kiev eða Kænugarði. Ígor, er það Ingvar? Ég veit það ekki. Það minnir mig. Þannig að því öll þessi nöfn Olga því er til bara Helga. Já, algjörlega. Og Oleg er Helgi. Já. En allavega og við stöldrum aðeins við því nú erum konar þess aftur í tíman fram á fyrir þúsaldamótin alltaf mjög mikilvægt þegar auðvitað þessar lönd þessar þjóðir taka upp kristni og verða fyrir trúboði frá Austur-Rómverska ríkinu svo að sé nú smá tengingin í það sem við vorum að tala hér í síðasta þætti Austur-Rómverska ríkið og að því að þessar þjóðir er það ekki svona einhvern tímann svona 8. eða 9. öld eða eitthvað svoleið sem að þessar þjóðir taka upp kristni? Jú, það er svona á því tímabili. Svo kemur alltaf kyríliska letrið frá Grikkjum líka. Já. Og náttúrulega kristnin sem varð ofan á náttúrulega austurhluta Evrópu er náttúrulega réttrúnaða kirkjan. Og þess að þjóðin náttúrulega horfði alltaf til Bísanska ríkisins eða Austur-Rómverska ríkisins og til Konstantínópel þannig að þessi er ekki tilvíðun að kyríliska letri er náttúrulega runnið undan rifjum gríska letrisins. Já, en þá tengist þetta líka svolítið þessu með Moskvu að við nú erum að hlaupa svolítið svona fram og tilbaka í tíma Moskva náttúrulega fær á sig þennan stimpil þriðja Róm og svona svo þessi þáttur ber með þessi þann titil sem er kannski svolítið svona hugmyndafræði sem við ætlum að ræða þess betur en það tengist auðvitað þessum tengslum við Austur-Rómverska ríkið og þessum uppruna Rússa í svona í þeim menningararfi og þá náttúrulega er þessi trúarlega aspekt mjög mikilvægt og löngu áður en að Moskva og þessi furstadæmi eru orðin eitthvað einhver öflug svona pólitísk ríki eða þú veist eða eitthvað svoleiðis að þá er alveg komin svolítið sterk menningarleg kirkjan er alveg komin á legg þannig jafnvel á meðan mongólarnir eru ennþá við lýði, eða ekki? Jú, það var algjörlega var það og klaustur líka og munkar sem voru þá að skrifa og svona leggja drauginn þá svona að þessum menningarlega grunni vegna þess að það náttúrulega er í sögu Evrópu þá er alltaf kirkjan sem hefur verið brautryðjandi í þessu menningarstarfi það er alltaf kirkjan sem kom með letrið og það er kirkjan sem náttúrulega var að mennta menn og pressa á einhvers konar svona menningarstarf í þá svona bóklegum skilningi, það fólk náttúrulega sína sögur og söngva og svona, en náttúrulega bókmenningin kom náttúrulega með kirkjunni
Já, og það sem er náttúrulega áhugavert er náttúrulega í sögu Evrópu og þá náttúrulega það sko eiginlega fyrst og fremst kannski kirkjan sem verður svona drifkrafturinn að því síðan að skapa þessi þjóðríki, ef maður segir orðað sem svo, vegna þess að þessi þjóðríki sækja svo rosalega mikið í kirkjuna og þá sækja sérstaklega löggildingu. já, Og það sér maður þá til dæmis hérna að þegar komið í byrjun 15. aldar til dæmis þá náttúrulega staðan þannig að það er búið kristna allt þetta svæði, kristni er búin að vera þetta í nokkur 100 ár, ríki Mongólana að veikjast, þau að styrkjast þessi fyrsta dæmi og sérstaklega þá Moskva já, og Austur-Rómverska ríki náttúrulega fallið, það fellur hérna 1453 já, og hann náttúrulega var ekki patriarki í Moskvu á þeim tíma, heldur svona eins og kallar þetta metropolitan. Ég veit ekki hvernig við þýðum það á íslensku. Nei, það ekki svolítið svipað þessu erkibiskup bara. Já, ég heldur getur kannski notað það. Já. Hann er svona nokkuð skona erkibiskup, þannig að hann þurfti að var háður alltaf löggildingu frá Konstantínópel, hann þurfti alltaf að fara til Konstantínópelar til að vígjast. Já. Og þannig að gefur auga leið að þegar að Austur-Rómverska ríki fellur þá allt í einu Tyrkirnir og múslimar sem ráða yfir borginni. Já. og patriarkin náttúrulega var háður þeim, náttúrulega var upp á náð og miskun soldánsins. Já. Þannig að kirkjan náttúrulega neyðist eiginlega til þess að verða sjálfstæðari, hvort sem hann líkar að betur eða verð, því að allt í einu patriarkin í Konstantínópel ekki lengur fær að sinna því leiðtogahlutverki sem hann var í. Já, þetta athyglisvert að þetta byrjar í svona að sko þú þarfst að sækja sko trúarlega leiðsögn og bara beint svona geistlegt vald til erlends stórveldis eða þannig sem Austur-Rómverska ríkið og síðan ertu líka að sækja einmitt veraldlega valdið þá til Mongóla. Þannig að í upphafi þá þetta staðan einmitt þarna að þessi lönd eru svona undir aðra komna sko. Algjörlega og alveg fram á 15. öld því, og það er mjög góður punktur hjá þér, mjög áhugavert, þannig að þá með þessi fyrstadæmi sem eru, já eins og þú segir, bæði háð erlendum ríkjum veraldlegt og andlegt vald og löggildingu. Já. Þannig að síðan var líka þannig að eftir að Konstantínópel var sigruð á Tyrkjum að þá misti náttúrulega líka patriarkinn Konstantínópel mikið af sínum tekjulindum, þannig að hann varð líka háður þá rússneskum söfnuðum styrki og fjármagn. Já. Þannig að það var náttúrulega líka þá hluti af því af hverju þá síðan hægt og rólega þessi sem var þá kallum hann erkibiskupinn í Moskvu fekk síðan stöðuhækkun og varð sjálfur patriarki. Einmitt. Nákvæmlega. Herðu, einn af þessum fyrstu rússnesku moskóvísku stórfurstum Ívan Mikli, Ívan III sem að stjórnaði frá svona hann var reyndar komið á seinni hluta 15. aldar reyndar, hann var svona einn af þessum frægustu rússnesku keisurum eða stórfurstum. Jú. Og síðan talað að hann sé svona sá fyrsti sem að svona officially kastar mongólunum af sér, þetta svona frægur atburður í sögu, uppruna sögu Rússa. Og hann var nú sá sem að beygði þetta ríki mjög upp og það sem að maður sér auðvitað byrja að gerast þarna mjög snemma að Moskva byrjar að stækka og það er alltaf þessi eilífi stríðsrekstur við nágranna furstadæmi eða nágranna þjóðir og svo líka ef maður fara aðeins aftur líka í þessa pólitísku sögu, þetta náttúrulega tók rosalega langan tíma eins og að nefna með þetta kasta af sér mongólunum að það tókst til þess ekki endanlega fyrir sko 1480. Já. Þá endanlega kastaði hann þeir frá sér og þá var það einmitt, það var Ívan III. Það var það Ívan Mikli, já. Og þetta er alltaf þá löng saga sem mongólarnir er alltaf búin að vera veikast hægt og rólega. Já. Og það sem að líka þá
þessir þá fyrstar í Moskvu hafa hægt og rólega verið að byggja upp og fá hína fyrstana til að samþykja sig og þá náttúrulega Moskva að stækka sem borg Já, og að þú veist að ná að sameina fyrstanan þá kjarna í kring og hægt og rólega síðan að vindur það upp á sig þangað til að menninu farin að pressa á síðan Svíja og Pólland, Litáen og Ottomanana og alla í kring já að því leiti þetta svolítið svona minnir þetta svolítið líka á þessu kannski að því að við komum aðeins betur á þessu eftir með þriðju Róm hugmyndina en að sko að því að samanburðurinn við Róm líka svolítið athyglisverður þessu hérna samingi að þú veist með svona eina borg og þú skoðar þetta korti skilur hvernig þetta ríki hefur stækkað í gegnum tíðina þá þetta svona ein borg sem bara svona bólnar út ekkert svo ósvipað Róm sem að byggist svona út í kringum eina borg og verður það svona heimsveldi Já og þegar maður bara les bara þessar sögu þá þetta rosalega mikið svona saga af orustum þú veist, já, hann fór í stríð þarna við þessa þjóð og svo fór hann í stríð við þennan fyrsta og lagði undir sig þessa borg og lagði undir sig þetta fyrsta dæmi og árið þetta fjall þetta fyrsta dæmi, það er svona þetta er svona eilíft conquest sko Já, en þá á sama tíma sem þá mongólska ríki hægt og rólega veikjast fyrsta dæmið Moskva að styrkjast kirkjan búin að vera til staðar í mörg hundur ár með sína menningarstarfsemi Austrómverska ríkið fellur 1453 að þá kemur fram þessi áhugaverða hugmynd hægt og rólega þá þessa þriðju Róm Já. sem á þá náttúrulega sínar rætur að rekja til þá fyrstu Rómar sem þá heita Rómaborg síðan önnur Róm, Konstantínópel stofnuð á 330 og svo þegar hún fellur 1453 og þá kemur þetta ok, nú þriðja Róm og það verður þá Moskva Einmitt. Og hann skrifaði þetta hann var hérna munkur sem hvað heit hann, Filófeus, var það ekki, eitthvað svo leiðis Jú. sem að skrifaði bréf til hérna síns hvort það var orðin tsar eða keisari eða hvort þetta var ennþá stórfursti þá þegar hann skrifaði þetta var á 15. öld það ekki það sem hann skrifaði að fyrsta Róm Já, meiri 16. öld og þarna Nú það komið svo seint Ívan fjórði, það er Ívan Grimmi Já hann var fyrsti sarinn svo hann var fyrsti sem krýndur sem sar sar þýðir það komið af kæsar 1547 þá takaður upp titilinn tsar Já, og það er þá komið af því að var það ekki pappi hans frekar en afi sem giftist þarna bísönsku prinsessunni Jú, Sofíu Palaiologos sko það var Ívan þriðji sko Ívan mikli Já. sem að gerði það, sem að giftist þessari bísönsku prinsessu sem að var held ég bróðurdóttir eða systurdóttir síðasta bísanska keisarans sem að flúði til Rómar og eftir fall Austurnorska ríkisins og var þar fekk þar kaþólskt og latneskt uppeldi en var síðan gift inn í rússnesku hirðina og var þá aftur snúið til réttrónaðar og var þá einmitt brúðkaupi með svona bísönskum stíl og reynda líka mikið eftir því og taka upp svona menningar einkenni sem að við sjáum auðvitað enn þann dag í dag og Ívan þriðji náttúrulega eins og vorum að tala um að hann eldi ríkið til muna og safnaði því saman og hann tók svolítið upp alls konar svona siði og svona etiketts í tengslu við þennan bísanska menningararf til dæmis eins og að hann meðal annars tók upp tvíhöfða örnin í sitt skjaldarmerki sem er nú enn þann dag í dag skjaldarmerki Rússlands og skjaldarmerki Rómanóvættarinnar og rússneska keisaradæmisins og er komið úr merki Palaiologos ættarinnar sem að var bísanska
síðasta bísarska keisarafjölskyldan sem var nú þarna í nokkur 100 ár á keisarastóli í Austurríska ríkinu. Og það var ekki tilvílun að það var þá þessi þá Rússland, ef við byrjum að nota það orð, sem tók yfir alltaf þetta, því það náttúrulega var eina réttrúnaðaríki sem var til á þessum tíma. Það var Moskva sem stórhertogadæmi eða stórfurstadæmi og hinn smáfurstadæmin, en til dæmis Kænugarðsríki náttúrulega var ekki til lengur á þessum tíma og þú varst með eitthvað smá ennþá hann í Trebisond austurhluta Tyrklands, þeir héldu út eitthvað aðeins lengur en það var í raun og veru engin annar sem hefði getað tekið eitthvað smotteri, en það var í raun og veru engin annar sem mögulega gat litið á sig sem arftaka, ekki nema Tyrkirnir auðvitað litið á sig sem arftaka Rómaveldis, en það þetta önnur saga. Svo er til dæmis sem út með þessar þjóðir á Balkanskaga sem að náttúrulega hafa haldið í grísku kirkjuna eins og Serbar og Búlgarar og svona en þessar þjóðir voru náttúrulega urðu fljótlega undir Ottomanveldinu líka. Og talandi tvíhöfða örninu menn náttúrulega glöggir hlustendur hafa kannski tekið eftir því að þennan tvíhöfða örn má nú finna auðvitað í mörgum öðrum skjaldarmerkjum heldur en bara Rússa, eins og til dæmis hjá Serbum og Albönum og víðar sko. Þessi arfleifð. Það er flott skjaldarmerki. Já, það er mjög flott sko. En sko, nú inn á mjög skemmtilegt þema þetta, þessi arftæki Rómaveldi og þetta svo kallega Translatio Imperii sem sko að færa arf Rómar áfram. Það er nú komið oft upp hérna í hlaðarpunni hjá okkur og þurfum að ræða henni ýmsum málefni svo þú nefnir Ottomanveldið og þeir náttúrulega kölluðu sig soldatinn kallaði þessi kæser í Rúm og leita á sig sem auðvitað arftaka Rómaveldis og svo ertu náttúrulega með Karla Magnús og þú ert með heila Rómska ríkið og þú ert með páfann og svona það er hinn ýmsu tilköll til þessa titils en Rússar fá þarna þetta mjög svona solid tilkall svona beint í gegnum Austurríska ríki þá en ekki þá frá Róm sko beint sko. Þeir litu á það sem þannig að einhver þyrfti að gæta einmitt hinnar einu sönnu kirkju sem verður þá Austurkirkjan. Já. Og það með þess að flettast inn í þetta náttúrulega líka auðvitað bara alþjóðapólitíkin á þessum tíma, því til dæmis keisari hins heilaga rómverska keisaradæmis hann hafði heyrt af þessu rússneska ríki í Austur-Evrópu og sendi mér eitthvað sendibúð og var að velta því fyrir sér við sína hýrð hvort það hægt að vera að fá þetta fólk inn í keisaradæmið. Já, inn í heila rómverska. Það er áhugavert. Inn í heila rómverska ríki. Já. En auðvitað vildi hvort það var ekki Ívan III sem var í bréfaskrifum við hann talaði áslá það að hann væri sjálfur keisari og arftaki Rómaveldis, þannig að hann vildi auðvitað ekkert fara með sitt furstadæmi inn í heila rómverska keisaradæmi. Einmitt. Og það er áhugavert að þetta sérbaður sko, það eru tveir sem líta á sig sem arftaka Rómaveldis. Já, algjörlega. Og það var ekki ákveðin sigur því að ef mann rétt að þá viðurkenndan þennan sartitil það var náttúrulega mikil virðing sem náttúrulega fólst í því það var náttúrulega mikil munur frá því að fara að vera stórfursti upp í það að vera allt í orðin keisari. Já. Það er þetta líka þetta kemur sko það þýðir líka held ég upprunalega var það ekki þegar kölluðu þessi tsar yfir öllum Rús af því það voru búin að leggja undir sig það mikið af nágranna sveitafélögum að þeir gátu fara að kalla sig sko ekki lengur bara stórfurstinn í Moskvu heldur sko keisari yfir öllum stórfurstunum það er að segja skilur Novgorod, Smolensk þessum litlu Rús skilur og kannski þróast svo hugmynd síðan meir yfir í það að tsar sé eitthvað sem að eigi tilkall til að vera tsar yfir öllum slöfum sem var kannski meira svona 19. aldar hugmynd sem við getum ekki tala betur seinna sko en það er svona þessi
þetta er náttúrulega þessi hugmyndafræði sem að stjórnar rússneska keisaradæminu síðan meir og auðvitað nú erum við að tala hvernig þetta var til skilur, þetta átti náttúrulega eftir að þróast meira en það sem þú varst að koma inn á hérna í byrjun og þú varst að segja skilur að allar þjóðir hafa, eins og suma þjóðir hafa sitt destiny einhver svona að það sé svo sko eigi skilið að ráða yfir öðrum og svo framvegis að þetta ásvöldi upphaf þarna þegar sko ísari keisarlegu hugmyndafræði og hugmyndin þriðju Róm náttúrulega. Algjörlega, það á það en þess vegna er samt líka áhugavert að fara svona langt tilbaka því það náttúrulega var ekkert sjálfgefið að það yrði Moskva sem væri þessi kjarni og væri þriðja Róm og ég ætlum að vissi það ekki áður en ég byrjaði að kynna mér þetta núna að allavega aðrar borgir voru nefndar til dæmis Tver sem er einhverja 150 km norðvestur á Moskvu. Já. Þar, hún var ekki nefnd beint sem sko þriðja Róm en furstinn þar var nefndur sem sko nýr Jakob eða nýr Jósef og mikið svona hálf svona messianskar hugmyndir þar sem að þetta Tver og stórfurstinn þar, það væri sko framtíðin sem ætti að sameina fólkið og einhvern veginn byggja þarna nýtt Ísrael. Það er alveg með gömul hugmynd sem þú sér sko allstaðar í Evrópu. Það sem menn byggja ný ríki á grundvelli þess að þau sækja sér löggildingu í Gamla testamenti. Skotar til dæmis. Þeir voru meira sveipteknir að þeir hafa nýja Ísrael, nýr Jakob og eitthvað slíkt. En þú finnur þetta alla Evrópu. Já. Og síðan náttúrulega eins og við nefndum Hólmgarður var líka nefnd sem nýja Róm sem þriðja Róm og er það ekki fyrsta borgin í þá því sem varður Rússland sem var nefnd sem þriðja Róm? Það getur verið, ég þekki ekki nákvæmlega það en ég veit allavega sko þessi hugmynd sko hún er oft eignuð þessum áðurnefndum Phílóteus sem var þessi munkur sem ég nefndi hérna áðan á fyrir svona snemma á 16. öld af því að hann sagði þessi frægu orð í bréfi til keisarans þar sem hann sagði sko 2 Rómar hafa fallið hinn þriðja stendur og það verður engin 4. Róm eða eitthvað líka Já. Og hérna og oft svona einmitt eignu þessu sko en auðvitað hafði þessi hugmynd komið oft fram áður og í svona brefum og skrifum hér og þar og löngu áður en að Moskva verður eitthvað sakalegt ríki sko en auðvitað náttúrulega aðalega þarna sko auðvitað er þetta líka svona að því að þetta er hugmyndafræði þá fer þetta að vera sko meira notað eftir á til þess að réttlæta skilur við þannig þú veist ég til mis las reyndar eina grein daginn það sem að einhver var að segja sko að sko þetta væri raun ákveðin mýta sko þetta er svona það sem hann kallaði sko sagfræðilegu draugur eða historical ghost það er að segja sko mýta eða stef sem að menn apa upp eftir hver öðrum og taka sem sjálfsögðum sannleik og gengur bara þannig manna á milli eða fræði manna á milli þú veist þess að við segjum bara einhvern veginn já Moskva, það var nú þriðja Róm eitthvað svona, já þeir litu nú þessi þriðju Róm og eitthvað svona, en svo kannski svona þú veist þegar betur að það gáð sko þá er þetta nú ekki alveg svo einfalt sko, kannski sko þú veist þá var þetta kannski ekki alveg jafn mikið notað eins og menn hafa oft haldið á einhverju sakfræðingar sem hafa haldið þessu fram sko ég sem er ekki svo vel inn að mér í þessum fræðum að ég ekki fullir hver er statusin á þessu í fræðasamfélaginu núna sko, ég veit ekkert það sko en hvort þetta sé eitthvað svona jaðarskoðun eða ekki sko, en ég hef lesið eitthvað þetta sko. Já, en síðan náttúrulega líka erfitt náttúrulega dæmið það líka sko hversu mikilvægt var þetta fyrir þá mögulega einhver sko menningarelitu í Moskvu eða hversu mikið var bóndinn einhver staðar nokkur 100 kilometra frá Moskva að spá í þessu bóndinn var auðvitað ekkert að spá í einhverju þriðju Róm og nýja Ísrael og eitthvað slíkt það er mjög ólíklegt og síðan líka þetta þegar það birtist náttúrulega í heimildum ákveðnu, já þegar birtist í heimildum að það er verið að tala svona
þá getur maður líka að sé hvað þetta eimir kannski af hugmynd án þess að það sé nefnt svo skýrlega ef maður orðar það sem svo. Já. Til dæmis, ég lesi það allavega í sjálfstæðisbaráttu Skota, þá notuðu þeir það sem rök gegn englendingum að þeir varu afkomendur Trójumanna og ættu þar með sína gamla glæsta sögu og slíkt og tengja sig þá við Miðjarðarhafið og þeir á svona hluti af sjálfstæðisbaráttunni. Jú, og svo getum við efast það kannski hversu mikið þetta var notað, hversu mikið á hluti þau rök voru af sjálfstæðisbaráttunni, en það finnst þó í heimildum eitthvað nefnt. Já, menn getur náttúrulega alltaf tínt til alls konar, eins og við vorum að tala um hérna mástu Artgrím lærða eitthvað tíman og vorum að lesa í Krímógjöfu, mástu það sem hann var að rekja uppruna Íslendinga til náttúrulega til Skandinava og sem uppruna Skandinava var það ekki annars vegar til Jötna og hins vegar til Trójumanna eða. Já, æsiðin náttúrulega voru álitnir Trójumenn í til að segja hjá Snorra Sturlusyni og svona. Já, hann að maður getur svona. Það sér náttúrulega líka þannig og það mikilvæg punktur í þessu að jú, þessi hugmynd kemur þetta fram og það þessi munkur sem tala þetta og mennur kannski eitthvað aðeins að velta þessu fyrir sér. En síðan náttúrulega var það kannski lítið notað svo bersýnilega í pólitík þá þessa fyrstu Sara og upphafur Rússlands, þá kannski var ekkert verið að hamra á því, þú veist, þriðja Róm. Nei. Ég held kannski frekar að maður sjái að það eimir af hugmyndinni og hún fléttast þá síðan inn í þessi þá örlaga hugsun Rússlands, það sem að Rússland lítur á sig sem auðvitað arftakan og síðan að þenjast út og sækja löggilding í það að rússneska þjóðin sérstök. Já, og náttúrulega þetta seinni tíma líka hugmyndafræði þegar menn eru líka þegar þú veist fræðimenn og rithöfundar eru fannir að skrifa kannski á 19. öld og 18. öld og þú veist hugsuðir eru að skrifa, pólitískir hugsuðir og svo framvegis, þá kannski kemur þetta meira fram. Já, og til dæmis það var mikilvægt til dæmis fyrir rússnesku keisarana, þeir litu á sig sem verndara réttrúnaðarins til dæmis í Jerúsalem og litu á sig sem verndara réttrúnaðarkirknanna á Balkanskaga, þannig að það til dæmis voru notuð þessu rök þegar rússar voru í öllum þessum stríðum sínum við ottomannina. Já. Og þá náttúrulega augljóst að þá náttúrulega verða rökin mikilvægt þegar þau leiða hreinlega til stríðis, alveg saman hvað mann kannski finnst það og hversu ósannfærandi eða sannfærandi mann finnst Moskva vera þriðja Róm, en þegar að pólitíkin á þessu leyti leiðir til þess að þú ferð í stríð til þess að verja þá fólk sem þú lítur svo á að þú berir ábyrgð á, sem þá keisararnir í Moskvu gerðu, og þá náttúrulega hefur hugmyndin áhrif. Ég hef svo fyndið, ég hef ekkert að tala hluta af þessu að menn voru náttúrulega að finna alls konar líkindi og menn voru með þess að komnir á það líka að það væri 7 hæðir í Róm í Moskvu, alveg svo voru í Róm og í Konstantínópel. Svo það líka svolítið fyndið að því þú náttúrulega með þessar 7 hæðir í Róm upprunalega sem svo partur af þessari grand hugmynd Róm. Var ekki 7? Jú. Og og síðan varstu með þegar Konstantínópel beygðist upp þá voru menn með 7 hæðir þar líka, en svo hafa menn verið að benda það svona eftir á eiginlega þú veist 9 eða eitthvað, en þú veist 7 skilurðu, og kannski eina af þessum hæðum með kannski bara eitthvað, þú veist, eitthvað smá brekka eða eitthvað horfum fram hjá þessi, en síðan hafa menn verið að benda á að mjög erfitt að finna þessar svokölluðu 7 hæðar í Moskvu, en það eiga víst að hafa verið það líka. Þannig að maður getur kannski getur maður búið sér til 7 hæðir á Akureyri. Nákvæmlega. Ef maður vill finna þér, þá getur maður kannski fundið þér. En það bara málið, það bara svo áhugavert svona hvað menn geta gengið langt í að finna einmitt réttlætingu og löggildingu fyrir einhverju. Já. Þetta alveg gott dæmi það. Algjörlega. Og menn tilbúin að tegja sér býsna langt. Það sé náttúrulega líka, fléttast náttúrulega líka inn í þetta að Róm náttúrulega svo mikið meira heldur en bara borgin Róm. Já. Róm svona rosa mikil hugmynd. Róm náttúrulega líka hugmynd og meira að segja þú getur meira að kalla Róm einhvers konar svona frumspekilega hugmynd. Hún einhvern veginn svona grunnurinn algjörlega að því hvað menning, hvað siðfræði, hvað
standardin eða hvað svona grunnurinn sem þú byggir á já. Því þú ert náttúrulega með kirkjuna, þú ert með antíkina, þú ert náttúrulega með senatið og Rómaveldi og þú ert náttúrulega með svo rosalega mikið, þannig að þú ert að segja Róm, þegar maður nota orðið Róm þá ertu að tala eiginlega bara vestræna menningu. Já, en svo getum við spurt sig sko, við vorum aðeins að tala um þetta hérna, við vorum að tala um hérna mástu Rómania og þú veist hvað að vera rómverji og eitthvað svona að sko, þú veist einmitt, hvað Róm, þú veist, þetta ef þetta hugmynd, ef þetta kerfi, þú veist Rússar byggjað á því að þeir séu arftakar hinnar sönnu trúar sem önnur Róm byggði fótfestu sína á, skilurðu á meðan kannski Tyrkir þó svo þeir nú kannski ekki haldið lengi í þessa hugmynd en þegar þeir héldu í þessa hugmynd þá var það náttúrulega byggt á því að þeir væru þá með þessa svoköllu bara físísku borg Konstantínópel, skilurðu og sko þarna eru tveir mismunandi hlutir skilurðu og menn hafa bent allir missi svo af hverju get ekki Ottomanveldið verið sko arftaki Rómaveldis vegna þess að þó svo þessi ekki kristnir, þó þessi hafi mörg element sem að þú hafðir í Rómaveldi eða Austurrómska ríkinu sem þeir deila með því eins og til dæmis það að vera með þennan autokrat skilur við þennan einvaldskeisara sem að ríkir yfir hinu veraldlega og hinu andlega sem mjög mikilvæg hugmynd að því að það öðruvísi heldur en þú ert með í vestrinu það svo með páan sem ríkir yfir hennu andlega skilur og prinsanir sem eru yfir hennu veraldlega að hugmyndin svona autokrat sko að sú hugmynd heldur náttúrulega bara áfram í Ottomanveldinu þá hafa menn bent á skilur af hverju geta þeir ekki verið Rómverjar þó þessi ekki kristnir voru ekki Rómverjar heiðnir á tímum Júlíus Sesar og allt það og voru það ekki alveg mikla Rómverjar skilur og allt þetta sko þannig að þú veist maður getur spurt því sko hvað Róm og þannig að þegar þú segir þriðja Róm þá ertu náttúrulega að hugsa sko þriðja sko keisaradæmið með stóru kái og stóru endingu sko keisaradæmið skilur og náttúrulega í hugum Rússa þá þetta náttúrulega rosalega tengt við kirkjuna sem ég sagði áðan sko og og að því að það náttúrulega var til það náttúrulega heldur áfram með þessa hugmyndum það að keisarinn eða tsarinn í Rússlandi að hann væri autokrat og notuðu mér sér það hugtak þetta gríska hugtak autokrat sem að grísku keisararnir notuðu sko þeir notuðu reynda líka krónókator sem hérna meistari tíma og kosmókrator meistari rúms það verður ekki að spara stóriðinn en þetta mjög góða punkti og líka með Ottoman af því að þessi mjög svo áhugavert svona hvernig lítið á eða hvað sýn maður hefur á hlutina því til dæmis það í söguskoðun oft gert svo mikið úr því að múslimarnir það eitthvað sem nýtt og íslam og þess vegna það bara einhvern veginn brot þarna en sannleikurinn náttúrulega sátlum þess að íslam náttúrulega lítur á sig náttúrulega sem arftaka kristindómsins og sem sko hérna fullkomnu síðustu mynd trúarinnar íslam ekki ný trú, þeir líta ekki á sig sem eitthvað nýtt og til dæmis Jesú eitt mikilvægasti spámaðurinn í íslam og það mikilvægt í raun sko samkvæmt íslenskri guðfræði að bera ákveðna virðingu fyrir biblíunni þó að hún sé spilltur texti að þá samt orð Guðs þar þannig að sko að ýmsu leyti var mjög létt fyrir Tyrkina að spila áfram á þessar hugmyndir þú veist Austurrómverska ríkið og taka yfir Konstantínópel og það heldur ekki tilviljun að Tyrkir náttúrulega dreymdi alltaf það að ná Konstantínópel og höfuborgin var flutt þangað leið að þeim tókst það og auðvitað náttúrulega Ottomanska veldið arftaki Rómaveldis líka rétt eins og heila rómverska keisaradæmi arftaki á ákveðin hátt með ýmsum göllum þetta þar á og rússneska keisaradæmi arftaki líka með ýmsum göllum þannig að kannski Ottomanska veldið sá arftaki sem hefur kannski best tilkall til titilsins og það mjög áhugaverð hugmynd Já að því svo náttúrulega aðrir hlutir í þessu sko Rómarveldi eða þessu Rómarhugtaki sem að sko
auðvitað tengjast ekkit bara trúnni eða þessum sko það alltaf líka þessi hugmyndum ríkisborgararétt og þessi hugmyndum að þú sett með margar þjóðir undir einum keisara og þú sett með þú ert ekki með kónga skilur, þú ert ekki með konungsborna prinsa eða konungsborna þú ert ekki með einhverju litli smákóngar sem að ríkja í sínum eigin rétti eða eitthvað svoleiðis neitt, þetta bara eitt keisardæmi það munur að þið vera kóngur og keisari skilur eins og við talaðum Já, það er alveg rétt það kannski ákveðin hugmynd kannski sem að tengist því að vera rómverji en að geða salapa sko Já, svona einhvers konar alþjóðahyggja kannski universalismi Já, því maður getur auðvitað líka litið á það sem litið á til dæmis það hélt áfram eins og það að biskuparnir urðu til dæmis mikilvægur hluti að stjórnskipuninni þeir til dæmis söfnuðu inn sköttum og Ertu að tala um Ottómanveldið? Já, Ottómanveldið og mikið af þeirra hlutverkum í raun og veru voru hélt áfram, hélt velli þrátt fyrir það að Austurríska ríkið með bísanska keisaran hafi fallið það er allir með sluta að því af hverju að þrátt fyrir mörg hundruð ár með Tyrkja með yfir á Tyrkja þá hélt samt Gríkland til dæmis sinni trú þá réttrúnarkirkjunni já. En ef við förum aðeins aftur á Rússum svona aðeins að þetta var smá svona út með Tyrkina og það sé mjög áhugavert og tengist auðvitað þessum hugmyndum þriðju Róm og svona að þetta það sama í Rússlandi að það verður hérna til á þessum tíma sko þegar hérna Moskva að rísa upp og Moskva að éta upp nágranna héröðin smátt og stekkar og valdið þjappast saman í kringum þessa einu borg og í persónu keisarans að þá verður til stjórnkerfi sem er mjög áþekkt þessu vorum að tala um með sko þennan autokrat skilur að þú ert með hennan keisara sem algjör einvaldur og auðvitað það þróun þarna eins og annar staðar að það náttúrulega alltaf samspil við aðalinn og þú ert með öfluga auðvitað aðalsmenn voru ekki bójarar eða komu þeir setna eða voru þeir komin á þessum tíma Já, minnum við að tala bójarar það bara þessi aðal þá í Rússlandi og þú veist þannig að þú ert auðvitað alltaf með öfluga aðalsmenn sem að konungar og keisar þurfa alltaf að díla við og það var auðvitað þannig í Austurríska ríkinu og í Rómaveldi auðvitað líka alls staðar hefur það þurft að vera en svona hugmyndafræðin verður til það að keisarinn hafi absolutt algjört einvald en svo hugmynd náttúrulega eins og sé festist náttúrulega bara meira og meira í sessi á meðan að í Vestur-Evrópu þetta byrja svo hugmynd fljótlega að brotna upp og þú færð síðan á endanum lýðræðisvæðingu og andstæðu einveldisstefnu á endanum sko en í Rússlandi náttúrulega heldur það bara áfram og hætti ekki neitt sko en náttúrulega hámarki sínu þetta bara í Stalinstímanum sko Já, það er nefnilega svo áhugavert að sko að rússnesku keisarunum tókst að búa til þennan sko þjónustu aðal þannig að aðallinn átti ekki bara lendur sínar og þræla einhvers staðar hér og þar Rússland heldur voru alltaf háðir keisaranum embætti og tekjur já. Og það náttúrulega gefur auðvitað leið að þú ert alltaf háður því að fá góða stöðu frá keisaranum þá náttúrulega ert ekkert eitthvað að fara að hrinda á staði ykkur uppreisn eða reyna að hafa malda í móin þá náttúrulega þarftu náttúrulega bara viðkenna vald keisarans og fylgja keisaranum þannig að þú náttúrulega fekst allt annað samfélag með þá þessa einvaldskeisara sem eins og þú segir héldu áfram alltaf bara til allt fram á tíma Stalins og kommunismans og enn þann dag í dag svona í Rússlandi Putin náttúrulega alfa og omega í Rússlandi og ef þú vilt eitthvað þar þá náttúrulega þarf það að vera í góðu bókinni hjá honum vera í góðu bókinni hjá Putin Já hann er ekki í góðu bókinni hjá mörgum í dag Nei, hann ekki það en þess vegna svo áhugavert með Rússland og menn voru náttúrulega bjartsýnir hérna á 10. áratugnum og svona en það bara náttúrulega rosalega erfitt að ætla að gjörbreyta einhverju samfélagsgerð sem hefur verið til staðar í mörg hundruð ár og í margar kynslóðir Já, og það voða mikið sem að maður finnur af svona
greinum og skrifum sem fólk hefur verið að skrifa basically sko stalinismann og það hefur verið svolítið vinsælt á 20. og kannski hefur það verið svolítið í kaldastríðsfræðum eða kaldastríðsanda, ég veit það var svolítið einmitt á sem fyrirhluta kaldastríðs árana kannski í 7. áratugnum og svoleiðis voru menn svolítið að velta fyrir sér svona að reyna að skilja stjórnkerfi í Rússlandi og svoleiðis og það voru menn mikið að tengja stjórnkerfi í Rússlandi á þeim tíma við þessar hugmyndir einvalds keisaran og hvaðan þær hugmyndir koma síðan uppálega og menn hafa verið á nú eitt sem að skrifa hérna já, var þetta sem þú talaður hérna, nefndir þetta einum daginn hérna að þetta með þessar orientalísku einvaldshyggju sem þú hefur í Kína og þú veist Kóreu og allt þetta að þetta og í Egyptalandi og í Miðausturlöndum sko þessi, þú veist þessu Persaveldi faraónir og þú veist þessi absolutt guðakeisari sko að það tengist þessu áveitu dæmi mástu þú að tala um þetta? Já að kalla þetta eitthvað hydro eitthvað samfélög sem eru háð þessum áveitu efnahag sko að þar verði til hugmyndin það að þú þurfa að vera með eitthvað svona algjöran einvalds guðakeisara eða konung sem að ræður öllu og stjórnar öllu og í Rússlandi sem þá svona auðvitað land sem náttúrulega staðsett á milli tveggja heima það náttúrulega á milli þriggja heima þannig séð með íslamska heimin út með hinn latneska heim og svo ertu náttúrulega með hinn austur-asíska heim og Rússlandi hérna á milli og auðvitað fær áhrif frá öllum þessum heimum og menn hafa verið að tala það svolítið einmitt að þessi hugmyndafræði sem hefur stjórnað hann í Rússlandi hún kannski færi element bæði frá þessu austurrómverska og þessu keisaralega og það allt saman og svo færðu líka ákveðin elementa úr þessum orientalíska hugmyndaheimi það sem að þú ert með þessa guða keisari svo í Kína jafnvel eða þú veist Persaveldi og allt þetta sko og Mongóla náttúrulega og líka það sem keisarin verður líka ákveðin svona föðurímynd það er allir svo mikilvæg hluti af rússneska keisaradæminu að sko rússneski keisarin var aðal pappin það var sko pappi sko Big Daddy þessi hugsunáttur sko hann var Big Daddy, já og það voru síðan vondir einhverjir sko aðalsmenn og einhverjir í þjónustu hans sem voru að eyðileggja og það var eitthvað svona bara pappi vissi hvað við höfum það slæmt hérna alveg rétt, já keisarinn laga þetta og þetta var sami Stalin já og þetta ekkert íkjur að fólk talaði það undir stalinismannum að bara vildi óska að Stalin vissi hvað við höfum það slæmt þá myndi Stalin pinni og laga þetta og pældi það menn hafa verið að skoða bréf sem menn hafa verið að skrifa í gúlaginu sko það sem að Stalin sendi fólk sko í 25 ára þrælkunarvinnu fyrir að segja eitthvað vitlaust á vinnustaðnum eða eitthvað og síðan voru menn að skrifa bréf skilur til Stalins ef þú bara vissir að ég sendur hérna í gúlagi út af þessum vitlausu embættismönnum þínum og ég vildi að það myndi koma og bjarga mér úr þessu það er alveg ótrúlegt og þetta er náttúrulega eitthvað sem kemur bara beint upp úr rússneska keisaradæminu já og þetta hangir saman með þessum orientalisma eða sem þá, já þetta stórmerkilegt herru, Ívan Mikli við vorum aðeins inn á honum hérna svo kemur hérna einn á milli hans eða sonur hans tekur við hérna eftir honum sem að hét Vassili III og það er í kringum upp úr 1500 til 1533 og síðan tekur við þessi frægi maður sem að heitir Ívan IV en við þekkjum hann yfirleitt sem Ívan Grimmi já þetta er náttúrulega þýðing á Ívan Grosny sem að þýðir nú ekki beinlinnis grimmur sko, það þýðir meira svona þetta er ekki beint neikvætt sko í rússnesku held ég en ekki það samt Grimmi nú samt alveg nafni réttu hann náttúrulega barði hérna son sinn til bana og sem leiddi til þess að mann rétt að eiginkona hans misti fóstri þannig að hann misti þarna son sinn og barnabarn á einu bretti tengdadóttir hans kom í partíið sko og honum fannst hún vera druslulega klædd og þá barði hann held ég hana sem var til þess að hún misti fóstrið já og þá kemur
sonurinn og þá fara þeir að rífast og úr verður rifrildi sem enda með því að hann slær hann til bana með, hvað var það, veldisbrotanum eða eitthvað, einhverjum staf. Já. Ég veit. En síðan náttúrulega upp úr þessu náttúrulega eftir að Ívan Grimmi lést, þá náttúrulega fór allt þarna í bál og brand því það náttúrulega var engin arftaki, þannig að það var líka þá mikið niðurlægingar tímabil fyrir þá Rússland. Einmitt, en Ívan Grimmi, hann náttúrulega þetta var nú grimmur líka fyrir þær sakir að hann til dæmis réðist á, barði niður uppreisni í Hólmgarði eða Novgorod og hann líka auðvitað var auðvitað líka mikið illa því leiti að hann náttúrulega styrkti ríki mikið og styrkti vald keisarans til dæmis á kostnað bójaran eða aðalsmanna. Já, hún gekk náttúrulega hart fram gegn þeim líka og það allir áhugaður sagan þetta þegar hann yfirgaf Moskvu og sagðist alltaf hætta að stýra ríkinu. Já, hann gerði það nú nokkru sinnum að það ekki. Jú, það var sérstaklega eitt skipti þá sagði hann að hann var búin að fá nóg af þessu og þá kom fólkið og grát baðan að snúa aftur og hann sagði að hann myndi snúa aftur með þeim skilyrði að hann myndi fá að gera það sem gera þurfti við uppreisnarmenn og svikara. Það fólks bara í því náttúrulega að berja ennþá meira á aðilinum þannig að fólki samþykti það þannig að hann gat drepið ennþá fleiri aðalsmenn og styrt völd sín. Já. Það er alveg ótrúlegt og það segir svo mikið Rússland því sko ég get ekki séð fyrir mér að þetta hefði getað gerst í nokkru vesturársku ríki, það hefði bara einhver aðalsmaður séð að leika á borði og bara heyrðu, strákar, þarna nú hlustið á mig. Já. En ekki þetta virkaði það hjá honum hjá kallinum, þannig að hann gat styrti völd sín ennþá, en síðan það er alveg rétt eins og segir sko, þetta styrti ríkið og byggði mikið upp og slíkt, en hann náttúrulega líka reifða síðan niður náttúrulega. Já. Með því náttúrulega að hann drap son sinn þarna og þessi Rúrik fjölskylda, hún leið undir lok með honum, var það ekki? Jú, var hann ekki síðasti, eða sonur hans Fjodor kannski eða eitthvað, þeir voru þarna síðustu að þessari Rúrik dænastíi. Já, alveg rétt, það var jú Fjodor sem manstu hvernig fór fyrir honum að því að síðan koma Rómanovarnir eftir þetta, er það ekki? Jú, þetta er basically þannig sko að þú ert með þarna, Ívan er þarna fram til sko, hann tekur við 1533, er fram til 1584, Fjodor tekur við eftir hans dauða og er fram til 1605. Svo koma þarna nokkur ár sko það sem er þetta svo kallað vandræða tímabil, það sem er einmitt svona óöld og engin svona augljós arftæki og vesen, stjórnakreppa. En það endar síðan 1613 þegar að Mikael Rómanov tekur við keisaratigninni og er þá fyrsti Rómanov keisarin. Og setur þá á stofn þessa miklu keisarætt Rómanov-ættarinnar sem átti síðan eftir að ráða Rússlandi fram til 1917. Þannig að í rauninni er þetta bara þessar tvær ættir sko, þessi Rúrik ætt og svo þessi Rómanov ætt svona í stórum dráttum held ég sko. Það er mjög áhugavert. Það er mjög áhugavert. Já. Algjörlega. Nei, þú veist, hversu margar ættir hafa ju ekki verið hérna yfir heila rómanska keisardæmi eða til dæmis í Frakklandi eða Bretarnir. Já, en svo pælti einu, þú veist, ok, nú er ég kannski engin svona, ég er alls engin expert í þessu neitt, en ef maður bara skoður þetta bara svona þessi basic saga Rússlands á þessum tíma og fram til bara, segjum fram til 1917 basically, sko, þú veist, þú ert bara með í mjög grófum dráttum, skilurðu, tvær keisarættir og auðvitað eru, sko, auðvitað koma tímabil að þú ert með svona stjórnakreppu og allt það, sko, en sko, þú ert samt, þú ert bara með þess að einu borg og ekki bara það hún stekkar og tekur sko yfir allt það sem við köllum sko, þú veist, þessi fyrsta dæmi sem vorum að tala um áðan, heldur að áfram inn í suður eftir og þú veist, niður að Krím og inn í Úkraínu og ekki bara það heldur náttúrulega auðvitað austur á bóginn og það er mjög athyglisvert og það er aldrei, þú sér aldrei að þetta landsvæði, þessi blettur á kortinu, hann minnkar aldrei neitt mikið, skilurðu?
og það svolítið athyglisvert að því að núna eru Rússar náttúrulega með söguskoðun sem að tengist mjög mikið til þessum atburðum í Úkraínu í dag að þessa hugmyndum að þau þurfa alltaf að verja sig af því það er alltaf verið að ráðast á þá skilurðu og það var alltaf að vísa í seinni heimsstyrjöldina en sko svo hafa menn vitnað í Napóleon innrásina 1812 að ekki eða hún endaði þá held ég en fyrir utan það sko það er þá ekki saga Rússlands svolítið bara land sem er bara stakka í sko að því að við vorum einmitt í síðasta þætti þá vorum við einmitt að tala um Bísanska ríki mástu og strategíu Austur-Rómska ríkisins hvernig það var í rauninni land sem var sko akkurat öfugt það var stórt land sem var alltaf stöðugt að minnka hægt og rólega þangað til að það var bara ein borg eftir og síðan sko ef við yfirfærum þetta yfir í þriðju Róm sko að þá snýst þetta við og það byrjar að stekka aftur út frá Róm Já, það er mjög áhugavert og ef við stekka sko allt bara frá Finnlandi í vestri til sko Alaska og Bandaríkjanna það er alveg ótrúlegt sko þetta land er náttúrulega svo ógeðslega stórt sko og og þetta sko náttúrulega hvernig Rússar lögðu undir sig Síberíu sko það gerist nú bara frekar snemma í rauninni en það er líka svo áhugavert að því að nefna þetta með Rússland er alltaf að stekka því hræðslan við að vera ráðist á þá en saga Rússlands er í raunum veru saga Rússa að ráðast á aðra já, algjörlega með sko nokkrum undantekningum það er náttúrulega þarna eftir að Rúrik-fjölskyldan deyr út, það er náttúrulega Pólland hártókju Moskvu og smá niðurlæginga tímabil en síðan eftir það, þá var það í raun og veru bara sko Napóleon og svo seinni heimsstyrjöldin fyrri já og ég ætla að segja þetta náðan sko þú veist, þetta er svo hröð útþensla austur eftir að sko þeir koma rússneska keisaradæmið þenur sig út á Úralfjöllum sko fyrir 1600 sko og fyrir 1700 100 árum setna er rússneska keisaradæmið búið að þenja sig út að Kamtjaka sem er sko austasti hluti Rússlands og ég man ekki hvenær fóru þeir yfir í Alaska það nú verið kannski eitthvað aðeins setna og strax á sko 17. öld eru Rússar farnir að díla við Kínverja og í svæðum sem eru sem áttu sér eftir að verða Mongólia og þessi svæði sko það er strax komin kontaktar sko strax á 17. öld sko þannig að þetta er mjög hröð útþensla og mjög hröð og það hluti náttúrulega af útþenslunni var þá auðvitað þessar hugmyndir að Rússland væri eitthvað sérstakt ríki með sérstök örlög en það er náttúrulega eitthvað sem þarf að keyra áfram svona útþenslu þú þarft að trúa því að sé eitthvað sérstakt en svo getur líka verið sko getur ekki líka verið að þú kannski notar eitthvað svona hugmyndafræði til þess að réttlega hitt og þetta og byggja svona stjórnkerfið þetta á sem að Rússar algjörlega hafa gert en sjálf útþenslan hún kannski er meira kannski bara þú veist snýst kannski bara peninga sko og völd vaturu, minna nú kannski þekki ekki það eru þetta til örugglega alls konar kenningar í fræðunum sko, bæði í alþjóðasamskiptum og í sagnfræði og öðru sko af hverju ríki þenjast út skilurðu og kannski eru það svolítið auðvitað var það þannig að þegar Rússar þöndust þarna út austur í Síberíu og inn í Asíu ég held að það hafi nú örugglega fyrst og fremst verið bara sko nýlendu stefna basically, það var bara sama og Evrópumenn voru að gera í Ameríku sko, það var bara leggja undir sig svæði þar sem að frumstæðar þjóðir bjuggu á og voru fyrst og fremst held ég í höttunum eftir verslun sko, held að það hafi verið loðfeldur og annað sem að Rússar voru mikið að sækjast eftir hlutaði en fyrir svona verslun þá þarft ekki að ráða yfir landinu það er það sem er svo áhugavert með nýlendustefnuna að til dæmis sko nýlendustefna Breta til dæmis þeir voru að leggja undir sig hínu þessi landsvæði í Afríku
það borgaði sér ekkert að leggja undir sig þessu lönd því þeir voru hvort þeir með réði yfir verslunni og það var ekki eftir einu að slægjast á mörgum svæðum en það voru bara aukin útgjöld við að reyna að koma á friði þar og það náttúrulega fylgir svo líka svona hugmyndir einhvern heiður og dýrð og eitthvað slíkt Kamchatka skagi hérna austast í Síberíu get ekki ímynda mér að það hafi verið sko eftir einhverju miklu að slægjast þar sem hafi sko leitt til þess að það hafi borgað sig að leggja undir sig og koma á einhverju stjórnsýslu og byggja einhverja innviði og slíkt þetta bara svo með Kína í dag í raun og veru sko ef Kínverjar myndi bara horfa á peningana þá myndi þeir losa sig við Tíbet leið og Xinjiang og allt þetta landsvæð sem í kringum Gobi-eyðimerkjuna þá myndi bara vera með strandlengjuna Jú, allir það ekki en ég þekki það nú svo sem ekki sko hverjir efnahagslegir ávinningarnir nákvæmlega voru af eins og Kamchatka og svona sko en ég veit allavega að það var alveg umfangsmikil verslun sko með allavega loðfeld og örugglega aðrar vörur og ég veit að þetta byrjaði svolítið þannig að sko eins og þú veist að koma inn á þannig að þegar þeir voru í samskiptu við heila Rómverska ríki og svona þegar Rússland að koma fram á sjónasviðið á 15. 16. öld og svona þá sem eitthvað svona alvöru land sko þá hafði það land ekkert haft neitt mikið saman að selda við önnur Evrópuríki eða Vestur-Evrópuríki eða þannig séð þessum latneska heimi og ég las nú einhvers staðar að það hefði verið henskir kaupmenn sem að voru að þvælast til Rússlands einhvern tímann þetta leyti svona á kannski 14. öld eða eitthvað svoleiðis og voru að vildu koma á verslunartengslum út af til að kaupa loðfeld frá Síberíu og þá voru rússnesku keisararnir ekkert áhugasamir þetta og var ekki fyrir síðar sem að Jú, það að vísa í hérna það er alveg svo sérstakt að sko menn sigldu ekki í fyrsta skipti norður fyrir Skandinavíu fyrir en sko miðja 16. öld ef ég mann rétt eða 1500 norræni menn náttúrulega sigldu náttúrulega mikið í vikingaöld og það er alveg rétt ég á við England og viðskipti þar við, þú veist, englendingar vegna þess að þú veist, það var ekkert eitthvað eftir að vikingaöld lauk þá voru eiginlega engin verslu þarna á milli, það voða lítið það var mjög takmarkað þannig að sko að sigla til Arkangels til dæmis, það var fyrst skipti á 1553 held ég það er frægur verslunarleiðangur þegar englendingar komu einmitt á samskiptum þarna þá við stórfurstadæmið í Moskvu og verslun þá þarna við Hvítahaf en það er allir með þess áhugavert að það hafi þú veist, koðnað niður þá eftir vikingaöld og ekki tekið upp aftur fyrir en svona seint Akkur allir það sé Er ekki það erfitt að sigla þarna norður fyrir? Það er náttúrulega kólnar mikið frosið það verður náttúrulega kuldaskeið sem kemur þetta hangir nefnilega alltaf saman með landafundunum það er áhugavert það menn voru þá líka að reyna að finna sko leið norður fyrir að það var hægt að sigla norður fyrir til Kína og þetta kannski er þetta tíðarandinn sko það er bara þú veist þjóðir eru að sækja í þú veist verslun er að aukast kannski og það verður kannski meiri eftirspurn eftir verslun með exotískar vörur eða vörur sem að koma frá þú veist þannig að rússar eru bara sko langt því frá þeir einu sem er að gera þetta og það er mjög góð punktur vegna þess að og ég hafði líka áður fyrir alltaf þá sýnið að hélt til þess að nýlundustefnan hafi verið svo miðstýrð það hafi verið einhver kalli í Lundunum eða París eða Moskvu eða hvað það var sem ákvaði nú strákar, nú leggjum við þetta undir okkur en það var alls ekki þannig, oft var þetta einmitt einhverjum svona verslunarleiðangar og einhverjum svona ævintýramenn sem voru að leggja undir sig landsvæði, byggja upp verslunarmiðstöð einhvers staðar og síðan lýsa yfir þetta væri nú að hluti á Rússlandi eða hvað það væri og það voru oft sko stjórnvöld heima fyrir að bregðast við og oft var þetta þeim til ama, það er allir með áhugavert maður getur algjörlega lesið það að breska heimsveldi eða Bretar vildu oft ekkert vera að leggja undir sig landsvæði því það var ekki eftir neina að slægjast En herðu, svo er annað í þessu sem er mjög athyglisvert sem er sko þegar að rússar leggja undir sig Síberíu og Asíu, Austur-Asíu þá sko þá gerist í rauninni nákvæmlega sama og við sjáum í Ameríku að
að þú sérð sko ekki bara þessi verslun heldur sérðu líka sko hvernig hinir innfæddu fullt af þjóðum sem bjuggu þarna þær þá verða til svona nýlendu samskipti mjög lík þeim sem við þekkjum í Ameríku milli Rússa og þessara þjóða sko og það verða svona afleiðingar sem fylgja stríði, kúgun og svo náttúrulega mjög stórum hluta sjúkdómum, importeruðum sjúkdómum sem við þekkjum náttúrulega í Ameríku. Þetta gerist líka í Síberíu sem verður til þess að þessar innfæddu þjóðir sem bjuggu þarna, það er náttúrulega stráfeldust alveg sem við þekkjum í Ameríku og Rússa flytja þarna inn og eins og við þekkjum í dag þá þetta eru til dæmis bara eins og í Kamtjaka eða þú veist þessum svæðum sko, þetta er náttúrulega bara hvað þetta sé, 80-90% bara rússar sem bara tala bara rússnesku og eru bara rússar sko alveg svo við erum með í Alaska bara bandaríkjamenn sem eru bara bandaríkjamenn sko Já, það er mjög áhugavert en það er sko saga Rússlands og saga Bandaríkjanna er mjög svipuð í ýmsu leyti, það kemur að þessu það er svo áherslu líka að bera það saman að Bandaríkin eru þetta svona lýðræðisríki með áherslu á frelsi einstaklingsins og meðan á Rússland var þetta einræðisríki valræðisríki Já, svo þetta eru bæði Rússland og Bandaríkin svona þau hafa náttúrulega þennan svona exceptionalisma Já sérstaklega þetta þegar kemur á Sovétríkjunum útvalin ríki með sér alþjóðahyggju og sumufræðin hafa einmitt verið að tengja saman sko þriðju Róms hugmyndina við síðan alþjóðahyggju Sovétríkjanna og þá sögu vegna þess að þú getur alveg séð svo sem ákveðna línur ekki það að Lenin hafi eitthvað verið að hugsa Moskvu sem þriðju Róm en meira átt við að ef það búið undirliggjandi, kraumandi einhvern veginn svona hugmyndir að þessi þjóð sé sérstök og einstök þá eru náttúrulega ákveðna línur beintu þetta séðan yfir í kommunisman og byltingun og hugmyndir að nú myndi Rússland leiða byltingu verkamannan allan heim Jú, algjörlega og þetta er það ýmislegt í rússneskri svona utanríkisstefnu eða í rússneskri hegðun eða sovjískri hegðun á 20. öld sem endurspeglar náttúrulega bara rússneska tsaríska hegðun sko ítök kirkjunar og þessi arfleið frá Konstantínópel og frá Austurríska ríkinu og þessi strengur er svo sterkur sko Já er það algjörlega og er það enn þetta í dag eins og leyti patriarkinn í Moskvu hann Cyril hann vinnur mjög náið með Putin og það virðist vera mjög gott samband þar á milli rússneska kirkjan til dæmis hefur verið að styðja mjög við ríkisstjórnina og til dæmis Cyril patriarkinn hann styður til dæmis þessar sérstöku aðgerðir í Úkraínu þetta stríð Já, það var nú var ekki kirkjan þar voru nú að úkraínska kirkjan var að rífa sig undan rússnesku kirkjunni fyrir nokkrum árum eða ekki Júp, og þetta eru mikla deilur og þetta er mjög flókið allt saman Því patriarkinn í Moskvu villu að Úkraína og Kænugarður séu náttúrulega bara hluti af rússneska ríkinu og töluvert af Rússum sem styðja þá hugmynd af því þá eru aftur að þessar sérstöku hugmyndum að vera útvalin og hafa sérstakt verkefni í heiminum Já. Það náttúrulega þá að vera samin að ríki aftur og ekki tilvíðin að Putin hafi stofnað þetta Evrasíu bandalag sem til höfus Evrópusambandinu og þá náttúrulega elitan í Moskvu náttúrulega er að reyna að endurbyggja einhvern veginn þetta rússneska heimsveldi en þegar að hagkerfið er nú bara litlu stærra en Spánn þá náttúrulega takmarka hvað það getur spilað úr þannig að þá verður náttúrulega verður niðurstaðinu þetta bara eftir því Já Þú veist, við verðum að hlæja ef Spánn ætlaði að endurbyggja sitt heimsveldi og náðu til Suður-Ameríku þeir náttúrulega hafa enga burði til þess og í raun og veru alltaf sama með Rússland einu munur er náttúrulega bara þeir eru með kjarnorkusprengjur Já, þetta og kannski aðeins nær okkur í sögunni kannski eldri Spánn verja með sitt heimsveldi þannig kannski svolítið langsótt en Já, en þú veist maður getur að tekja eitthvað annar ríki ef maður vill Tyrkland kannski? Nei, það er ennþá
Já. Hann Erdogan jú að spila mjög mikið á þessa ottomanísku eða osmansku arfleið. Það er mjög áhugavert. Það er allir slutaði af hverju þeir hafa verið að kukla þarna í Sýrlandi. Já, þetta er flókið og mikið hitamál þetta rússneska mál og hérna það er þessi pólitík sem í gangi í dag og hérna það er aðeins fara að róast kannski þarna núna eitthvað. Já, náttúrulega margir spenntir að sjá hvað gerist nú 9. maí. Það náttúrulega er stærsta þjóðhátíð Rússa, sigurinn í seinni heimsstyrjöldinni. Og já, mann hafa verið að veltaði fyrir sig hvort að Putin hafi ekki verið að óska sér að þeim ekki geta lokið þessum sér aðgerðum sínum þessu stríði fyrir það. Honum hefur ekki tekist það, þannig að sumir eru að veltaði fyrir sig hvort að hann mun þá lýsa yfir stríði eða eitthvað slíkt. Lýsa yfir stríði við hvern? Til dæmis Úkraínu. Er hann ekki búinn að því? Já, nei, hann er ekki búinn að því. Það er ekki stríð í Rússlandi teknilega séð. Já, alveg rétt, já, hann er ekki í stríði, nei. Nei, þetta eru sér aðgerðir og ég held að það bannaði rússneskum fjölmiðlum að tala þetta sem stríð. Alveg rétt, já, einmitt, já. Þannig að það spurning hvað gerist þá núna. Ég held í raun og það mun svo sem ekkert gerast. Ég held að þetta stríð mun bara halda áfram og einhvern veginn svona frjósa og svo verði það einhvern veginn svona læst stríð kannski næstu árin. Já. Herðu, það kemur í ljós. Herðu, við ætlum að reyna að vera svolítið duglegir núna í það sem að vera af þessu sísoni á hlaðvarpinu Söguskoðun. Við vorum hérna með fund í hlaðvarpinu, vorum að fara yfir stöðuna og hérna það hefur ekki verið mikið að gera síðustu mánuð, það er alveg rétt en það búið að vera mikið annað í gangi og við höfum verið bara rosalega lítið heima báðir sko, þannig að við ætlum aðeins að reyna að taka okkur til í spýti lófana og já, aðeins að reyna að spýti lófana, við erum þetta bara búin að segja það svo oft sko. Við eigum alveg eiga það, við gerum það alltaf, við spýtum síðan í lófana og tökum eitthvað tímabil og síðan allt í hennu mikið að gera og þá róast þetta aðeins hérna á þessari vílinu og síðan spýtum við lófana. Nákvæmlega. Herðu, ef þú segir þetta gott í bili? Jú. Þetta komið gott. Yes. Þá sjáumst við hér fjallhress í næsta þætti af Söguskoðun. Verið sæl að sinni. Verið sæl.